Komið þið sæl og velkomin í Kastljós. Sjaldgæf og hættuleg genastökkbreyting fannst í dönsku manni sem gaf sæði í Evrópska sæðisbankann í Kaupmannahöfn í 17 ár. RÚV hefur á undanförnum mánuðum ásamt hópi rannsóknarblaðamanna hjá Sambandi Evrópskra sjónvarpsstöðva rannsakað málið til hlítar. Sæði mannsins var sent til 14 landa og málið hefur áhrif á 100 barna og fjölskyldu þeirra, meðal annars hér á landi. Við skulum heyra sögu sæðisgjafa 7069. Árið 2005 gengur ungur danskur námsmaðurinn í Evrópska sæðisbankann í Kaupmannahöfn. Hann langar til að aðstoða konur og barnlausar fjölskyldur að eignast barn. Nokkrum mánuðum síðar hann samþykktur sem sæðisgjafi. Hann fær gjafanúmerið 7069 og dulnefnið Kjeld. Árið 2006 fyrsta eggið frjóvgað með sæði hans. Á næstu 17 árum kom fjöldi barna í heiminn af sæði hans. Það sem hann vissi ekki þá og enginn vissi var að börnin ættu í hættu á að erfa lífshættulegan sjúkdóm, þar sem hluti frumna Kjelds bera með sér stökkbreytingu á geni TP53. TP53 æxlisbæli gen og hefur stundum verið kallað vörður erfðamengisins. Þegar fólk með stökkbreytingu í þessu TP53, líka kallað stundu P53, þá mikil áhætta á að fá mörg mismunandi krabbamein og ef við hugsum brakka sem margir þekkja, þá ákveðin áhætta, yfir lífsleiðina kannski 60–80% eða eitthvað, en fyrir þetta ákveðna gen þá áhætta nánast 100%. Stökkbreytingin lá falin djúpt í sæðisfrumum hans. Kjeld sjálfur heilbrigður og stökkbreytingin kom ekki í ljós fyrr en Evrópski sæðisbankinn fór að fá tilkynningar krabbameinsveik börn mörgum árum eftir að hann gaf sæði fyrst. Ástæðan sú að hann ber breytinguna í hluta frumna sinna, sem þýðir að það erfitt að finna breytinguna með raðgreiningu. Í október 2023, eftir margar prófanir á sæði hans, fann stökkbreytingin loks. Það var þá sem Evrópski sæðisbankinn tók hann úr umferð. Þegar sæðisgjafar eru teknir úr umferð ber sæðisbankanum að hafa samband við allar frjósemistofur sem fengið hafa sendar kynfrumur úr þeim. Í tilfelli 7069 var listinn langur, 67 frjósemistofur í 14 löndum. Eitt þeirra Ísland. Vitum við hvað sæðisgjafi 7069 á mörg börn á Íslandi? Við vitum að hann á börn í 2 fjölskyldum á Íslandi. Hvenær fáið þið hjá Lyfi og vita af þessum genagalla hjá þessum sæðisgjafa? Við fáum að vita af því í haustið 2023. Fáum fyrst að vita að það sé verið að gera rannsókn á genagalla eða út frá veikindum barns sem tilvarð eftir gjöf frá honum. Nokkrum vikum síðar fáum við staðfestingu á því að genagalli sé til staðar og að þessi tiltekningjafi að það ber ekki að nota hann lengur og þá tilkynnum við strax leið og þetta berst okkur í hendur tilkynnum við þessum 2 fjölskyldum það og vísum þeim í ráðgjöf til erfðalækna á Landspítalanum. Börnin eru 4 hér á landi. Kastljós hefur ekki fengið upplýsingar stöðu þessara barna, hvorki hvort þau bera stökkbreytinguna eða eru veik. Hversu algeng stökkbreyting á þessu geni, bæði á heimsvísu og bara hérna á Íslandi? Þetta sjaldgæft heilkenni og algengið hefur verið metið sem cirka 1 af 5.000 upp í kannski 1 af 20.000. Það sem við vitum algengið hér á landi kannski að líklega við séum í þessu 1 á móti 20.000 og til að setja þetta í eitthvað samhengi að þá til dæmis algengi brakka 2 stökkbreytingar hér á landi 1 af 130, 140. Þannig að þetta sjaldgæft heilkenni. Fyrsta barnið af sæði Kjelds á heimsvísu fæddist 2006. Eftir 2015 var sæði hans aðeins notað af foreldrum sem áttu fyrir 1 eða fleiri börn af sæði Kjelds. Síðasta þungunin sem tilkynnt var var 2022. Sæði úr Kjeld var svo tekið úr umferð ári síðar, en þetta var ekki fyrsta sinn sem það hefði verið til skoðunar. Nokkrum árum áður þá hafði líka verið gerð rannsókn, en sú rannsókn leiddi
leiddi ekki til þess að það fannst neitt hjá gjafanum. Þannig að hann var sem sagt til rannsóknar en svo var komist að því að það væri engin vandamál og það var aftur leyfð notkun á hans sæði. Var það þá líka tengt veikindum barns? Já. Það ástæðan fyrir því að svona rannsóknir fari í gang þá annað hvort veikindi hjá gjafanum sjálfum og sem að þá þarf þá kanna hvort að þessi veikindi sem mögulega geta borist til barna eða ef að eitthvert barn sem hefur fæðist greinist með eitthvert vandamál sem að má ætla að geti stafað eða geta komið þá frá út af einhverjum tengdum erfðagöllum. Fæddist eitthvað barn hér í mildtíðinni? Nei, ekki mér vitanlega. En hvers vegna fannst stökkbreytingin ekki? Ég held að líklegasta orsökin væri að þessi stökkbreyting hafi orðið í hluta frumunum hans. Og hann þá, það sem kallað mósaík, þú veist, hluta frumunum með þessa stökkbreytingu og hluta frumunum ekki. Og slíkir einstaklingar eru í minni áhætt að sýna einkenni sjúkdómsins, en þeir geta verið jafn háum líkum að það erfist áfram. Mál Kjelds komst fyrst í fjölmiðla í vor þegar hópur evrópskra erfðalækna vakti athygli á því á ráðstefnu í Milano á Ítalíu. Þeir lýstu áhyggjum af útbreiðslu sæðis hans í ljósi alvarleika stökkbreytingarinnar. Nokkrir læknanna voru þá þegar að meðhöndla veik börn eða með börn undir eftirliti sem voru með stökkbreytinguna. Allt börn Kjelds. Í maí var staðfest að Kjeld ætti 67 börn. Þar væri 23 með stökkbreytingun og 10 með krabbamein. Á undanförnum mánuðum hefur RÚV ásamt hópi rannsóknarblaðamanna evrópsku sjónvarpsstöðvanna í 14 Evrópulöndum rannsakað málið til hlítar og reynda að kortleggja hversu mörg börn eru getin með sæði Kjelds. Danska ríkisútvarpið hefur verið í forsvari, enda þungamiðja málsins þar. Bæði gjafinn og sæðisbankinn eru í Danmörku. Fljótlega kom í ljós að börnin eru líklegast mun fleiri, en flestum að óvörum reyndist mjög erfitt að fá staðfestar upplýsingar það. Eftir því sem mánuðirnir liðu bættust fleiri börn í hópinn. Fyrst fór talan upp í 77 og þaðan í rúmlega 100. En í byrjun desember bárust nýjar og uppfærðar upplýsingar frá dönskum heilbrigðisyfirvöldum. Við getum í dag staðfest að Kjeld á að minnstakosti 197 börn. Tala som hefur kommet öllum som kommer þessu máli i opna skjøldu. Jeg hedder Bente Møller, og jeg er enhedschef for overlæge i Tilsyn og Rådgivning Øst i Styrelsen for Patientsikkerhed. Og vi skal jo tale om TP53-sagen i dag. Ja. Så fremmest, hvad er din reaktion på den her sag? Jamen, det er en dybt ulykkelig sag, ikke mindst for de børn, som har TP53, og de familier selvfølgelig også, som er omfattet af det her. Men vi må jo også sige, når vi ser omfanget af antal af børn, der er undfanget med sæd fra den her donor, så er det helt uacceptabelt højt. Og vi må også sige, at det er kritisabelt, at vi på nuværende tidspunkt står med familier, som ikke er informeret om, at donor er blokeret, og særligt selvfølgelig anbefalingen om, at børnene skal undersøges for TP53. Þarna kemur í ljós annað og alvarlegt vandamál, en hafa ekki allar fjölskyldur sem eignuðust barn með sæði Kjelds verið látnar vita af stökkbreytingunni, rúmum 2 árum eftir að hún fannst. Blaðamenn hafa einnig komist í samband við mæður sem fengu upplýsingarnar fyrst í sumar eða lásu málið í fjölmiðlum í vor, án þess að hafa nokkuð tíman heyrt frá sinni frjósumustofu eða sæðisbankanum. Dore Kellemann er ein þeirra. I have a daughter who is 16 now. And she's a donor child. I was informed from another mother with the same donor to her children. I was not informed by the sperm bank nor the clinic. Never. When my daughter was tested and I got the results, it was negative, I was, okay, that's good. And then I was furious because I didn't get the information directly. It's like they don't take responsibility of cases like this. Fertilitetsklinikkerne, der har pligten til at informere de kvinder, der har fået fertilitetsbehandling hos dem. Og hvis det er rigtigt, som bekymringen gik på, at det
der var et stort antal kvinder, som ikke var blevet informeret, så giver det også en stor bekymring. Udfordringen i den her tilfælde er, at der er en del af klinikkerne, der er lukket, og nogle er gået konkurs, og de oplysninger, der er på kvinderne, er mangelfulde. Fertilitetsklinikkerne skal have data, og de er forpligtet til at opbevare dem i mange år, sådan så at man kan få kontakt til kvinderne, hvis der sker en blokering som her, og der er en orientering, de skal have. Þeir sem hefur nýtt sér þjónustu frá Artmedica og þær upplýsingar sem að þar voru til, hvað varðum þær þegar að Artmedica lokaði og Livio opnaði? Öll þau skjöl hafa verið færð yfir á stafrænt form og í okkar vörslu á stafrænu formi og upprunalegu gögnin sem eru á pappírsformi voru tekin til varðveislu hjá Þjóðskjalasamni. Þannig að ef þörf krefur þá er þetta að fara í upprunalegu gögnin. Og þessar upplýsingar eru allar til? Já. Börnin sem getin eru með sæði kelds hér á landi eru fædd fyrir 2016 áður en Livio tók til starfa. Kerfið virðist í virka vel hér á landi. Ástæðan fyrir því að þetta hefur ekki gengið eins vel annar staðar gæti verið að gögnin hafi ekki verið flutt yfir til annarar stofu þegar frjósemisstofa hætti starfsemi eða að það hefur ekki verið nægilega vel staðið að því. Í einhverjum tilvikum treysta stofunar á að mæður tilkynni sjálfar þungun. Hafi þær ekki gert það, getur verið að það sé ekki til neinar upplýsingar á stofunni að barn þeirra hafi fæðst. Jamen, det har den konsekvens, at børnene bliver senere udredt, end de ellers ville blive. Það ákveðið eftirlit sem við viljum að slíkir einstaklingar færi í út af hver há áhættan fyrir ýmis krabbamenn. Þannig að það væri mikilvægt að greina helst á barnæsku og koma einstaklingum í slíkt eftirlit. Þegar þú veist ekki að einstaklingur beri þessa breytingu, þá kannski og fólki með einhver óljós einkenni, þá ertu kannski sem almennu læknir, þá hugsaðu bara að þetta heilbrigt barn, ég get beðið og þá getur krabbamenni komist á hærra stig. Hvort sem eru börn eða fullorðnir að þá fólk í eftirliti með segulómun af öllum líkamannum einu svona ári og þarf að fara í blóðprufu hverju ári. Það eru gerðar ómskoðanir eða speglanir að fer svolítið eftir hvort að ræða börn eða fullorðna. En þannig að þetta heilmikið eftirlit. Og við beitum þessu eftirliti vegna þess að rannsókn sem kom út fyrir 10 árum sýndi það að fólk í mjög þéttu eftirliti með þetta heilkenni að þar greinum við þá krabbameinin ef þau komu upp snemma, þá líklega við getum læknað þau og fólk lifir lengur ef það í stífu eftirliti. Enn óljóst hversu mörg börn bera stökkbreytinguna eða eru orðin veik. Evrópski sæðisbankinn vill ekki gefa upplýsingar hvað sæðisgjafan á mörg börn. Ástæðan sú að þær upplýsingar séu hluti af persónuupplýsingum gjafans og ekki hægt að deila þeim án hans samþykkis. Hann sé nafnlaus gjafi og hafi óskað eftir að fá ekki sjálfur upplýsingar hversu mörg börn hafi fæðst eftir gjöf frá honum. Hlutverk sæðisbankan sé að standa vörð hagsmuni gjafans og hann vill hvorki láta blaðamenn né hóp lækna og vísindamanna fá þessar upplýsingar. Franski líffræðingurinn Dr. Edvig Kasper í forsvari fyrir hóp læknana. We are all putting our force together to find them, but it's quite difficult because we can't obtain the number of children born from this sperm donor. We don't know where how much children we have identified, so maybe we are close to the truth, or maybe there are a lot of still missing, and we don't know what to do to obtain this number. We have many children that have already developed a cancer, and we have some children that have developed already 2 different cancer, and some of them have already died at very early age. Í París í Frakklandi býr móðir sem eignaðist barn af sæði kelds í gegnum belgíska frjósemisstofu árið 2011. Við köllum hana Selene. Résumer 14 ans à une femme, c'est compliqué. Que si c'était à refaire, je le referais demain matin.
que c'est la plus grande joie de ma vie, que d'être maman, et voilà, que d'avoir un enfant, c'est merveilleux. Voilà, je pense que c'est quand même un peu une des raisons pour lesquelles on est là, quoi. Selene fekk fyrst upplýsingar að dóttir hennar þyrfti að gangast undir genarannsókn 1,5 ári eftir að Kjeld var tekin úr umferð. Frjósemistofan kendi villu í tölvukerfi sínu að upplýsingarnar bárust henni svo seint. Voilà, donc on fait le test et puis on attend les résultats. Et les résultats? Et donc les résultats, c'est qu'elle est porteuse. Donc, c'est pas tombé du bon côté de la tartine. Je suis très en colère quand je l'apprends. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible qu'il y ait un tel niveau d'amateurisme, d'incompétence et d'inconscience sur un domaine aussi fort que la procréation. Je veux dire, c'est inentendable pour moi. Même si là maintenant c'est entendable, hein, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment ça a pu arriver. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Selene ein af fjölmörgum konum sem hafa nýtt sér frjósemisþjónustu yfir landamæri. Mál Kjelds hefur vakið mikla athygli í Belgíu og þekkt sem sæðisskandallinn. Þar kom í ljós að sæði úr honum var notað til að frjóvga egg 38 kvenna sem eignuðust 53 börn. Þar í landi megað hámarki 6 fjölskyldur nota sama gjafa og það viðmið hefur verið í gildi frá 2007. Heilbrigðisráðherra Belgíu opinberaði gjafanúmer og viðurnefni Kjelds á blaðamannafundi í vor. Hann var harðorður í garð Sæðisbankans og vísaði meðal annars í tölvupóstsamskipti á milli belgískrar frjósemistofu og evrópska Sæðisbankans frá árinu 2011. Þar kemur fram að minnstakosti 8 konur séu ófrískar með sæði frá Kjeld, strax 2 fleiri en leyfilegt. Samt sem áður fættust fleiri börn með sæði Kjelds þar í landi allt til ársins 2018. Þetta ekki eina landi þar sem sæði hans var notað í ólöglegu magni. Á Spáni hafa 35 börn fæðst af sæði Kjelds og lögin þar segja að 6 börn megi fæðast að hámarki af sæði sama gjafans. Þannig hefur það verið í nærri 2 áratugi. Flest lönd í Evrópu eru sérst með einhvers konar viðmið eða lög hámarksfjölda barna sem eitt sæðisgjafi má eiga og það hlutverk Sæðisbankans að halda utan þær tölur. Frá 2022 hefur Evrópski Sæðisbankin verið með 75 fjölskyldna hámark á hvert gjafa. Nú vill síðaráð Evrópusamtaka tæknifrjóvgunardeild að það verið sett 50 fjölskyldna hámark á hvert sæðisgjafa. Það ekki til en lög þetta. Né heldur kemur þetta fram í neinni reglugerð. Heldur þetta eingöngu vinnureglur sem að við höfum sett okkur. Þannig að við höfum bara eftir svona almennum leiðbeiningum sérfræðisamtaka sett mörkin við það að það verði til börn í eina fjölskyldu á hverja 200.000 íbúa. Og það þýðir þá 2 fjölskyldur á Íslandi. Og það þá gert bara með til þess að koma í veg fyrir einhvers konar einsleitni innan samfélagsins. Og þetta reynum við að tryggja með því að bankarnir sem að útvega þetta tryggja það að það verði eingöngu nýttir gjafar í 2 fjölskyldur á hverju landi með skráningum. En á þetta við þá einungis íslenskar fjölskyldur á þetta líka við eða kemur einhver erlendur aðali hingað sem að nýti sér þjónustuna hér? Við lítum á það ef það nýtt á Íslandi að þá það mögulega fjölskylda á Íslandi. Þannig að óháð því hver búseta þess þegans sem að nýtir frumunar, þá lítum við á það að það sé nýtt á Íslandi og þá það önnur af þessum fjölskyldum. Engin lagaleg takmörk eru fyrir því hversu oft kynfrumur eru notaðar yfir landamæri. Nú mikið af fólki, til dæmis íslenska fólki, maður hefur lesið það í fjölmiðlum og heyrt af því að það eru margir sem fara erlendis og sækja sér þjónustu þar, hvort það til Spánar eða Grikkland eða Danmörku. Einhver leið á að halda utan að þessar fjölskyldur sem sækja sér þjónustu erlendis séu ekki að nota sama sæðisgjafa hefur verið notaður hér? Eins og staðan núna sé ég það ekki í fljótu bragði að það sé auðvelt.
Og það raun og veru, við höfum engan möguleika að hafa neina innsýn eða yfirsýn yfir það. Og það væru þá bankarnir, en þá þurftu einhvern veginn skráningin að fara fram út frá búsetu og fólk á ferli og fjölskyldur á ferli, flytjast milli landa og fólk sækir sér þjónustu frjósemisdeilda yfir landamæri. Þannig ég held að það sé mjög erfitt. Þetta skráð eitthvað? Veistu það? Eins og hjá íslenskum stjórnvöldum eða annað? Nei, það held ég ekki. Ekki mér vitanlega, nei. Þannig að það engin leið að segja til dæmis með þennan sæðisgjafa 7069 hvort hann fleiri íslenskar fjölskyldur hafi notað hann? Nei, ég held að það sé ekki einnig skráning yfir það hér á landi, nei. Grikkland eitt vinsalasta landið í heiminum til að sækja frjósemismeðferð og þangað hafa fjölmargir Íslendingar leitað og fengið aðstoðið að eignast börn. Á lista yfir frjósemistofuna sem sæði Kjelds var sent til má sjá að 7 stofur í Grikklandi hafa fengið sæði hans. Í dag, mörgum mánuðum eftir að listin var birtur, hefur enn ekki tekist að fá upplýsingar frá þessum stofum hvort og þá hversu mörg börn voru getin af sæði hans þar í landi. Gríski blaðamaðurinn lenti ítrekað á veggi leitað upplýsingum Kjeld og börn hans þar í landi. Í samtali við grískan barnakrabbameinslækni sem óskaði nafnblindar kom hins vegar í ljós að í nóvember 2020 fann stökkbreytingin í 3 börnum í sömu fjölskyldunni. Þau voru getin með sæði Kjelds á grískri frjósemisstofu og 1 barnanna orðið veikt af krabbameini. Hann segist hafa sent þessar upplýsingar til grískra heilbrigðisyfirvalda en aldrei heyrt frá þeim aftur. Árið 2023 hafi svo önnur fjölskylda leitað til hans með barn sem með stökkbreytinguna og getið með sæði Kjelds. Þarna komu fram mjög mikilvægar upplýsingar. Annað barn veiktist af krabbameini árið 2020. Það var aldrei tilkynnt til sæðisbankans. Ef sú hefði verið raunin, hefði sæði hans mögulega verið tekið fyrr úr umferð. Evrópski sæðisbankin neitaði sjónvarpsviðtali en sagði í skriflegu svari við fyrirspurnum blaðamanna að Kjeld hafi undirgengist allar þær heilbrigðisskoðanir sem sæðisgjöfum ber að fara í. Þá hafi frjósemistofur og heilbrigðisyfirvöld alla Evrópu verið látnar vita af stökkbreytingunni í samræmi við lög. Bankinn harmi málið sem hafi djúp áhrif á bæði börn og fjölskyldur þeirra og gjafann sjálfan sem gaf sæði í góðum tilgangi fyrir mörgum árum. Skortur og yfirsýn gerir það að verkum að það veit kannski ekki alltaf alveg vitað hversu mörg börn til í heildina og þó að ég held að sú meðvitund og sú vinna í að reyna að hafa einhverja stjórn og yfirsýn yfir því sé vaxandi og verið að reyna að búa til svona gagnagrunna til þess að sjá það betur. Þetta náttúrulega bara afskaplega þungt mál og maður hlýtur náttúrulega að spyrja sig að því, kannski annars vegar hvort að sæðisgjafar að þetta gera þá kröfum að fólk fari í erfðarannsókn sem að allavega að skoða þessi alvarlegri heilkenni og hins vegar spyr maður sig að því hversu mörg börn, hver sæðisgjafi getur getið. Þetta er náttúrulega mikil fjöldi barna. Þetta er náttúrulega flókið því að við getum náttúrulega raðgreint miklu meira en en það myndi samt ekki leysa þetta þó þú hefur raðgreint sæðisgjafan, ég ekki alveg viss að það fengi svarið þegar þú hefur raðgreint mjög djúpt eða eitthvað þess áttar. En svo bara spurning hvað maður vil draga línuna eftir því sem þú raðgreinir meira, þeim færri sæðisgjafa endar með. Því að þú finnur eitthvað og öll eru við með einhverja stökkbreytingar. Ég held allavega að Evrópulöndin verði náttúrulega að skoða það að samræma reglur og löggjöf hvað þetta varðar. Læknar, hagsmunasamtök og stuðningshópar hafa kallað eftir alþjóðlegu regluverki í kringum kynfrumugjafir og að hámarksskorður verði settar því hversu mörg börn megi koma undan einum sæðisgjafa. Svo mál eins og gjafa 7069 Kjeld kom ekki upp aftur og aftur. Við höldum áfram umfjöllunum okkar málið á morgun. Ef þú tengist málinu eða ert með ábendingu, máttu endilega senda okkur póst á kastljós@ruv.is. Verið sæl.